Sælt eru fólkið og velkomin með mér í Glettur. Að þessu sinni ég í Vopnafirði. Ég kom hérna niður á Tangan, Kolbeinstangi heitir hann víst fullu nafni og hér einstaklega fallegt og vinalegt bæjarstæði. Það vita þeir sem þekkja til á Vopnafirði. 1, 2 og jólasveinar gangum golf með gildan staf í hendi. Móðir þeirra sópar gólf og kringir sónu vendi. Nú, þeir sem hafa fylgst með þáttunum, þeir kannski muni eftir því þegar ég kom hérna í heimsókn fyrir það bil, ári, kom þá með fulla ferðatösku af mokkaskinnum og með gamlan mokkaskinsjakkaræfil sem hékk nú saman mest á lýginni og spurði, eru þið tilbúin að sauma handa mér nýjan jakka svona eins og þann gamla? Hér saumavél við saumavél, saumiði bara allt það sem mönnum dettur í huga að biðja ykkur að sauma? Við reynum það mér svo. Það aldrei sagt nei? Nei, við gerum það ekki, en við látum það fólk vita ef að við getum það ómögulega. Og þetta vélar sem geta saumað hvað sem geta saumað leður og sem þykkt og erfitt? Já. Við erum með ýmsar tegundir af vélum og ein vélin hún tekur alveg svona þykkt leður. Þannig það ekki vandamál. Ég á fulla ferðatösku af mokkaskinnum. Það ekki vandamál að ég geti saumað fyrir mig mokkajakka. Ekki málið. Komdu bara með það. Það er bara að koma með það? Já. Ekki málið. Þungu og fargjafn með létt. Ég búin að eiga þessi skinni í mörg ár og hvergi fundið neitt sem tilbúin að sauma úr mokkaskinnum. Já. Þetta var nú einu sinni talsverð framleiðsla á Akureyri, saumastofu með 20 manns. Jú, við vandar mér sér. Og svo, þannig að þú kannt handtökin. Ég á nefnilega líka gamlan mokkajakka sem var saumaður þar. Ef ég kæmi með þann gamla þá var hægt að hann hangir saman svona mest á líginu orðið. Já, það er bara að fá nýjar eftir honum. Já, það er bara að sauma hann og bara sníða. Það var ennþá mínum orð. Þá kem ég með hann í næstu ferð. Vopnafjarðarferð. Og hefurðu svolítið gaman að þessu? Ég er alveg afskaplega gaman að þessu. Er það ekki svolítið svona undirstaða í vinnunni að hafa gaman? Mér finnst það aðalatriði bara. Nú, þetta var reyndar fyrir ári eins og ég sagði, en það komið svolítið svona jökuldæst tímaskinn í mig, þannig að bráðum getur alveg verið eftir ár. En nú ætla ég að bregða mér hérna inn í Jónsver og athuga hvernig henni Gunnhildi gengur með jakkann. Það er svolítið kalt og það væri ágætt að fá einhverja hlýja flík. Jæja, þá ég komin inn í Jónsver og hérna nú ýmislegt forvitnilegt að sjá getið sett ykkur. Ef við löpum hérna hringinn, hérna til dæmis leðurdeildin, hérna verið að gera við hnakka og ýmis konar reiðtíi. Það er allt lagfært í Jónsveri sem menn þurfa að fá lagfært. Hérna til dæmis svona nestistaska fyrir hestamannin og hestamenn að taka hestana sína á hús og þurfa að fara að gera klárt fyrir útreiðar. Svo hérna, skódeildin. Þetta til dæmis, þetta sé ekki tjúttarar, tilbúnir fyrir þorrablótið næstu helgi. Nú, svo getum við haldið áfram. Hér leður, það verið að sauma ýmislegt úr leðri og hérna sjáum við fólkið í önnum, að tefja stelpurnar í sníðaskapinn. Og hér eitt herbergið. Hér má nú sjá kannski eina aðalframleiðslu vöruna. Þetta eru vindpokar. Hér eru saumaðir vindpokar fyrir alla flugvelli landsins. Gaman að hafa svona vindpoka þannig að maður átti sig á því hvaðan vindurinn stendur. Nú ætla ég að fara hérna hinum megin með stoðina og nú fer ég að hitna. Nú fer ég líklega að finna hana Gunnhildi. Á öllum tjöldanum. Sæl og blessuð Gunnhildi. Blessaður og sæll. Gaman að sjá þig aftur. Gleðilegt árið. Já, sömuleiðis, takk. Ég sagði nú hérna áðan að ég hefði komið áðan með nokkrar mokkaskinnspjöllur, fulla ferðartösku. Og það er svona svolítið jökuldælst tímaskinn í mér. Áðan, það getur verið ár. Þetta er að verða ár. En hvernig gengur? Þetta bara búið að ganga ykkurlega. Búið að taka sinn tíma samt. En það gengið vel og þetta er búið. Þetta er búið?
Nú fer þetta að verða spennandi. Ekki? Já. Og var fallegt. fæ ég að nota. Langaði að móta? Þorru? Ég veit ekki hvort ég þorri. Við verðum að taka sénsinn. Já, það ekki. Það engin smá flík. Nú fer þetta að verða spennandi. Stór flík fyrir stóran myndarlega mann. Rosalega er þetta fallegt. Fallegt handbragð á þessu. Nú prófa ég. Vá. Gunnhildur, þetta er bara eins og sniðið. Þetta er fallegt handbragð. Mér verður ekki kalt það sem eftir er. Nei, nú getur farið í fréttamennsku í frostinu og snjónu. Nú má hérna koma fannfergi vínuverna og stórhlið. Það verður ekki kalt. Nú erum við allir vegir færir. Nú er það. Það er væntanlega eitt og eitt handtakið við þetta. Já, það voru nokkur. Það voru nokkur, en var rosalega gaman að gera þetta. Það ekki? Jú. Væri ekki bara hugsanlega að Jóns færi að framleiða mokka? Fara í samkeppni við Eggert. Já, sauma og markaðssetja. Það er ekki margir sem að gera þetta í dag. Nei. Einu sinni var nú saumadeild hjá Skinnaiðnaði á Akureyri sem að framleiti svona jakka meðan annars gamla jakkan mín. Já. Það kom til mig kona þegar ég var að gera þetta. Ég var að raka einmitt á jakka, skinninn. Fyrir að raka fyrir saumunum og svona. En þá kom til mig kona hérna á Austan Eðstum og hún segi ég vann við þetta þegar ég var í skóla á Akureyri í gamla daga. Já. Þá vann ég við þetta með skóla. Raka skinn. Þannig að það er hugsanlega þetta að fá fólk sem að kann þetta handverk. Já, en þetta er eitthvað sem ég hef aldrei gert áður, en það var bara virkilega gaman og krefjandi verkefni, sko. Já, og þú hefur staðið því. Þetta er alveg yndislegt líka. Fallegt handbragð. Ég segi bara kæra þakki fyrir þetta. Það er bara andi. Mjög fallegur litur á hann. Bryddaði mér hendi við skinni og hreindi við skinni í nöpunum. Þetta er æðislegt. Og er ekki rétt sem ég sagði með Jónsverk, hér er allt gert? Jú, en eins og ég sagði við fólkið á Austan að við gerum við allt nema karlmenn. Akkur ekki? Það er ekki takt. Þeim er ekkert viðbjargandi. Ekki hérna? Nei. Ef þeir eru farnir að bíla þá er bara. En þið segið aldrei nei? Þið reynið alltaf? Nei, við reynum alltaf. En það hefur komið fyrir og ég hef þurft að segja bara að það borgar sig ekki að gera þetta. Ekki það að ég geti það ekki, heldur bara borgar sig ekki. Sem sagt kostnaðurinn sagna. Þið eruð að gera við skó, þið eruð að gera við reyntíð, þið eruð að sauma vindpoka og bara nefndu það. Já, það er bara ýmis verkefni sem koma hérna. Sófi hérna alltaf við sem þið voruð að gera upp? Já, hann var allur brotinn, sko. Það þurfti að smíða upp grindin í honum. En við erum líka, tökum mikið á húsgagnum, bara skiptum afklæði á þeim. Alveg sem að hvað kemur hérna inn, það er allt ég skemmtilegt þess að bara þessi ljóti netapóki hérna. Það er líka gaman að gera við hann. Já, þetta er fyrir útgerðina. Já, þetta er eitthvað gráslappu-netin. Já. Og það segir nú hérna vinkonur þínar og samstarfskonur að þú sérst algjör galdragerð. Þú getur nánast gert við allt. Já, er það? Segja það. Já. Fólki hérna á Vopnafirði segja allir þessi snillingur. Ég segi að ég veit það en það er alltaf gaman að heyra það. Já, þú gengst við því. Já, ég verð að gera það. En Óli sem er nú svona stjórnandinn? Já, hann er hérna framleiðslustjóri. Framleiðslustjóri. Hann er ekki við í dag? Nei, hann er mjög oft einhver staðar annar staðar. Samt eru það að kalla hann Óla Allstaðar? Óli Allstaðar, því að hann er í svo mörgum nefndum og í mörgum verkefnum og mörgum vinnum. Hann er bara kallaður Óli Allstaðar og hann er bara Óli Allstaðar á Vopnafirði. Þetta er nefnilega það þekkja allir landsmenn megin framleiðsluvörun okkar sem er sem sagt vindpokar. Þetta er á öllum flugvöllum á Íslandi. Þetta eru flugpokar? Já, þeir segja það hjá Isavia og þessi sem er að nota þetta séu sterkustu flugpokar í heimi.
Það er nokkur gróði því að framleiða svona sterkapoka. Já, sko, við erum náttúrulega bara eignumst gott nafn og menn verða ekki leiðir á því Trygga viðskiptavini. menn verða ekki leiðir á því að skipta við okkur. Nei, þessi saumaskapur kannski svolítið svona kjölfesta, svona trygg Já, verkefni. þetta er bara, við framleiðum þetta og það er ekki aðrið í því. Já. Og við seljum Ísavía þar sem að þeir nota og síðast náðum við að komast inn á Keflavík líka. Semst alþjóðaflugvöllinn. Þeir eru svo aftur með sérstaka poka sem eru sko hér 4 metrar á lengd og sjást álíka háur og hér geti staðið uppréttur í opinu á þeim. Þarna aftan við þig er ýmiss konar reiðtí, skotbelti, nattöskur og sitt hvað fleira. Þið eru semst að sauma líka nýtt. Já. Þannig að þið kvíðið ekki verkefnaleysi. Nei, þetta er alltaf spurningin þetta er svolítið spurningin að vita af okkur, sko. Koma okkur á framfæri. Það hafa kannski ekki nógu dugleg við það. Við segjum að Jónsver er til staðar. Ef það er eitthvað vandamál þá ringið í Óla í Vopnafirði. Ekkert mál. Við reynum að leysa það. Þetta er þá ekki verksmiðju vinna, þú ert alltaf að fást við eitthvað nýtt? Alltaf eitthvað nýtt. Þetta er bara held ég skemmtilegasta vinna sem ég hef nátt að verið í. Já, gott að heyra það. Sem sagt að ef að fólki vantar einhverja hjálp við að lagfæra föt eða svo með jafnvel nýtt, þá er það Jónsver í Vopnafirði. Já. Gjörðu þið svo vel? Ekki spurningi, það erum við. Gangi þér vel. Takk fyrir. Nú er ég komin hérna í Stafdal. Hann er hérna sunnan undir Bjólfinum upp af Seyðisfirði. Þeir tala þar Neðristaf og Efristaf. Þeir fara upp Fjarðarheiðina áleiðis til Héraðs. Og hérna er mjög gott skíðasvæði. Skíðasvæði Seyðfirðingar og Héraðsmenn sameinuðust En hvernig ætli færi sér? Það er bara ljómandi gott. Ný snjór og bara flott. Er þetta jafnvel bara fyrir viðvaninga? Já. Þetta er fyrir alla núna. Mér finnst brekka svo rosalega brött hérna fyrir ofan. Ég skil eiginlega ekki hvernig þið þorið þarna upp. Nei, þetta er ekki neitt. Þetta er bara fínasta brekka. Skíðasvæði hérna í Stafdal, er þetta ekki bara eitt besta skíðasvæði landsins? Þetta er náttúrulega alveg stórkostlegt þegar efri lyftan er opin, þá opnast alveg gríðarlega mögulega. Það er nú eitthvað ef hún opnist núna, hún var opin mikið í fyrra, þannig að það var alveg rosalega gaman í fyrra. Þá voru menn eiginlega í vandræðum með of mikinn snjó. Já, nákvæmlega. Það er spreytt núna. Maður er bara búinn að vera í aðlögun sko síðan maður var lítill. Ertu búin að æfa skíði frá barnsaldri? Já. Byrjaði að 2-3 ára. Og eru Seyðfirðingar duglegir að stunda skíði? Seyðfirðingar? Já, Héraðsmenn. Já. Bara bæði sko. Þetta er svæðið okkar bæði Seyðfirðinga og Héraðsmenna. Já, var það ekki mitt heillaskref að sameinustu veikt skíðasvæði? Það fer nú tvennum sögum á því sko. Nó. Jú, ég held að sé að það hafi alveg verið ágætt skref. Er einhver kergjaði þá á milli? Nei, alls ekki. Þetta er góð samvinna núna sko. En það voru sumir sem vildu halda báðum stöðum sko. Er ekki bara betra að fá eitt verulega gott? Jú, ég held að það hafi ekkert verið neitt slæm. Já, ég held að það hafi bara verið ágætt sko. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hvernig er færið? Það er rosalega flott. Er Stafdalur besta skíðasvæðið á landinu? Það hefur marga kosti. Þetta er bara, já, það getur verið það. Okkur vantar bara aðeins meiri pening. Kannski líka meiri snjó? Já, það vantar snjó. Eru Austfirðingar duglegir að sækja svæðið? Já, þetta er alltaf að koma. Það eru góðir dagar þetta. Nokkuð góðir. Eru þá Héraðsmennir duglegir að koma yfir og taka skíðadag með Seyðfirðingum? Já. Hér er allt í góðu sko. Það er bara mjög gaman og mjög duglegir. Það er fullt af fólki og trusu færi. Já, það er mjög gott færi núna. Það er snjódeg. Það er fullt af barnaþæðinu og mjög gott núna. Hvernig hefur veturinn verið þar sem aðeins? Þannig hefur verið frekar erfitt að fá snjó. Við fórum ekki burtu. Þú sést í fjöllunum hérna, það er ekki mikið. Það er samt
óvenjulegt að hérna á neðra svæðinu, meiri snjór þar heldur en uppi. Það öðruvísi heldur en var í fyrravetur þegar við vorum í vandræðum með að halda lyftunum hreinlega þannig að væri hægt að það væri í gangi fyrir tappinu. Já, en mikill munur á því. Þægilega núna. Það nú bara 18. janúar þá þannig að það nú ekki öll von út í þeim. Já, það lítur bara vel út. Komið góður grunnur og vel slétt. Nú undanfarin ár hefur þetta verið samstarfsverkefni Seyðisfjarðarkaupstaðar og Fljótsdal hér. Var það ekki heilla? Jú, það bara mjög gott. Svo rekur skíðadeildin þetta og mikið áhuga fólki sem sér þetta. Það skíðafélagið skíðasvæðið í Staðdal. Já. Nú eru þetta menn sem eru tilbúnir að leggja hansæti. Já, mjög mikið þannig. Öflugt starfið því. Það sem sagt ekki liðið á Íslandi að menn séu tilbúnir til þess að berjast til þess að bæta raun og veru eigin hag. Nei, ég held að það sé bara að breytast aftur. Fólk er bara að sjá að vinnuna sem hann leggur í þetta, það skila sér. Skila sér í skemmtilegu starfi og heilbrigðum ungdómi. Já. Rífa upp rúminu úr tölvunni og fara að skíða og gera ekki almennilegt. Hreyfa sig. Hreyfa sig, já. Miðað við það að aðstæðan hérna hefur stór batnað á síðustu árum. Má ekki búast við því að Seyðfirðingar og héraðsmenn fara að láta sér kveða á landsmótum til dæmis á skíðum. Jú, við höfum náttúrulega verið að láta að okkur kveða á Andrés. En það er kannski og eitthvað í unglingaflokkunum, en vonandi kemur upp sterkur afgangar núna og við förum að stríða aðeins hérna fyrir norðan. Er þátttakan góð hjá flokkunum? Já, þetta er mjög gott bara. Það er svona mestur áhugi hjá yngstu og síðan það bara að halda vel utan þessu eldri til að halda þeim inni. Sinna þeim vel. Fylgja þeim eftir við veturinn. Og það er náttúrulega mörg mót sem að stefna á. Já, það er náttúrulega Andrés er staðist. Svo eru þeim eldri, það verið bikamót og fjögumót við veturinn. Og fleiri mót. Þetta er nú álitleg brekka hérna þó að ég leggi nú ekki í hana en hvað er brautin löng? Hún er 900 metrar þessi lyfta. Svo eru önnur sem er ofar. Við erum ekki búin að koma í gang ennþá. Af því að það er ekki komin snjó ofar? Já, hefur vantað snjó en þetta er að lagast núna. Ætlum að reyna að keyra hana svona góðum dögum þegar það er sól og er heitara uppi í sólinni. Sólinn fer alveg að skila sér hérna niður. Ég er náttúrulega ekki að spyrja því að Seyðfirðingar eru duglegir að koma hingað upp í Staðdalinn en eru héraðsmenn duglegir að koma yfir líka? Já, ég held að sé bara að bóða. Er eitthvað það að fólk komi lengra að, gerir sér kannski helgarferð austur og njóti góðra veitinga og góðs aðbúnaðar hér á hótelum og eigi góða helgi í Staðdal? Það er eitthvað það en það þyrfti að vinna betur í því. Komum allan frá Hornafirði stundum, hópur. Er ekki bara ástæða til þess að hvetja landsmenn til þess að bregða undir sig betri fætinum og gera helgarferð austur? Jó, ég held að það sé alveg tilvalið. Við erum komið skíðalegana hjá okkur sem við erum að setja það. Þannig að menn þurfum ekkert að hafa með sér í raun annað en svona hlýlegan búnað og skíðin til staðar á stann. Já, akkurat. Halldór, ég segi bara gangi ykkur vel með skíðasvæðið. Þú vart að sérbæði skíðasvæðið líka þjálfa krakkarna? Já, það var ákveð að gera þetta svona núna. Og krakkarnir, látaðu vel að stjórn? Já, mjög svo. Mjög öflugir krakkar sem við höfum hérna. Þannig að við megum búast við því að skíðafólki úr Staðdal láti að sér kveða á mótum vetrarins. Já, það vona það. Svo ég bara gangi ykkur vel. Takk fyrir það. Eins og framkom í síðasta glettuþætti er þorrinn hafinn og þar með er brostið á með þorrablótum vítt og breitt landið. Enn ein matarveislan. Nú, fyrst við erum á annað borð komin á Stafdalinn er rétt að líta við á þorrablóti Seyðfirðinga.
En þar, eins og í öðrum sveitarfélögum á Austurlandi, eru það íbúarnir sjálfir sem sjá allan undirbúning. Og það ærin starfi getið sagt ykkur, ekki síst þegar tímamóta þorrablót eru haldin eins og átti sér stað á Seyðisfirði. Hjalti Stefánsson, myndatökumaður og Heiður Ósk litu inn á blótið og ræddu við formann blótsnefndar. Það þorrablót Seyðfirðinga sem haldið í 40. sinn með þessu sniði, þannig að þetta í raun og veru ansi mikið afmælispartí sem við erum að fara að halda. Eins og sjá má kannski hér á skreytingunum í salnum. Og það var árið 75, svo ég segi þér nú kannski aðeins frá því, það var árið 75 sem að bæjarstjórn Seyðisfjarðar lagði það til að bæjarbúar sjálfur myndu halda sín þorrablót. Og áður hafði kvenfélagið Kvikk, þá kvenfélag Seyðisfjarðar, svo ég fari nú rétt með, haldið þorrablót í að minnstakosti 20 ár, þannig að við erum að halda í raun og veru upp á þessi tímamót, sko, þessi 40 ára tímamót. Með þessari afmælisveislu og byrjum fram í anddyri með 75 þemanu. Og eigið þið von á mörgum gestum? Já, svona eitthvað í kringum 350 til 60. Það bara mjög góð mæting. Hvað búa margir á Seyðisfirði? Ég veit það ekki. Ég algjörlega hægt að spekulera í einhverjum tölum varðandi búsetu. Það bara fullt af góðu fólki hérna og dásamlegu fólki og samhendu, þannig að ég hægt að velta mér upp á tölunum. Þannig að þetta svona, já, má rekna með bara upp undir helmingur bæjarbúa eða? Já, það náttúrulega margir sem koma að. Það talsvert margir sem koma að, bæði brottfullir Seyðfirðingar og svo bara fjölskylda og vinir og fleiri. Þannig að það ekki bara Seyðfirðingar sem eru svona, þið vitið, sem að búa hér. Já, ef við hugsum kannski hausatöluna, þá þetta kannski svona rúmlega, tæplega helmingur, held ég. Það náttúrulega óskaplega mikið að vera hérna alltaf yfir sumarið og kannski á ársgrundvelli, en þetta náttúrulega langstæðsti svona, fjölmennasti og stæðsti viðburðurinn sem yfir vetrartímann eins og ég segi. Já, það var haldið veglegt blót á Seyðisfirði, en einnig var blótað á Reyðarfirði, Eskifirði, Norðfirði og Vopnafirði síðustu helgi og næstu helgi blóta Fellamenn og síðan koma gömlu hrepparnir hver af öðrum. Djúpavogsmenn blóta 7. febrúar, nú Skrillalingar og Vallamenn sameinast eins konar góðu blótsgleði, en Fljótsdallingar og Tungumenn halda sín blótað venju. Eitt fjölmennasta blótið var á Egilsstöðum á sjálfan bóndadaginn og þar var mikil gleði. Hjalti Stefánsson leitar við ásamt Gunnari Gunnarsinni. Þorrablót bara alltaf merkilegt, því að það er bara svona galdur í hvert sinn. Það gerist alltaf eitthvað óvænt og óvænt, svona það óvænt hvernig fólk kemur fram og menn sýna sér nýjar hliðar og þetta bara svona sérstakt andrúmsloft. Þorrablót á Egilsstöðum, þetta eru bara svona snilldar samkomur þar sem að menn fá að heyra allt að sem vilja ekki heyra. Skemmtiatriðin eru alltaf mjög mikil spenningur. Það að vita hverjir eru í þeim, hverjir komist ekki inn og hvernig þeim tekst að ná karakterunum. Er það hvort lítið að það sem kappsmál fyrir Egilsstaðabúa að vera með eða utan við skemmtiatriðin? Með, ekki spurning. Eigið þið sjálf vona að vera leikinn upp á sviðinu í kvöld? Nei, ég á nú ekki vona á því að maður verður tekið fyrir þetta árið. Maður ekki látið nóg að sig kveða í samfélaginu til þess. Við byrjum strax daginn áður og sko, það eru þeir sem raunlega drekka aldrei daginn eftir eða stundum daginn áður og svo hinni byrja svona kaffileitið á Þorrablótsdegi. Já, miðað við, ég fari í Borgarfirði á mínum heimaslóðum og það er nokkuð sambærilegt. Það er aðeins meiri hefð fyrir svona leikrænum atburðum hér og það er náttúrulega miklu fleiri í nefndum hér. Mér skilst að það séu 41 í nefnd hér en í minni heimasveit eru bara 5 til 6.
Þetta er stærsta hátíð ársins í samfélaginu hérna. Hér koma nánast allir sem vettlingi geta valdið og það eitthvað, það skapast eitthvað stemning í kringum þetta sem er eiginlega ekki hægt að lýsa. Þetta annað skipti sem kemur á blótið og ég þarf eiginlega að koma núna þegar ég væri nefnd í fyrra og fæ ég langbesta sæti og fæ ég hafa hátt. Hvernig var að vera nefnd á fyrsta blótið? Það var mjög gaman. Það eitt skemmtilegsta sem ég geri við nefnd. Nú ertu nýtekið við sem forstjóri bæjarstjórnar, áttu vona að vera leikið hérna upp á sviðinu og eftir? Heyrðu, ég ætla að vona það því ég var ekkert leikinn í fyrra og ég sagði þeim og hvatti þá sem voru í nýri nefnd eindregið til að láta þetta ekki gerast aftur svo sem ég yrði fyrir allnokkrum vonbrigðum ef ég kem ekki. Ég mun sætta mig við það samt. Þetta bara það sem merkilegt við blótina fyrir austan bara hvað fólk sjálfur sem nægt með skemmtiatriði. Þetta bara sett upp 3-4 tíma dagskrá bara í revíu stíl og þetta frábært. Ég búinn að vera hundfull undanfarin ár, það aldrei gert grín að mér. Eru tilbúin? Eru þið tilbúin? 1, 2, 3, 4! La 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 Þátturinn á enda í dag. Við sjáumst hér næst á 50-daginn. Kemur á sama tíma. Glettur eru alltaf á 50-dögum klukkan 18:30. Bless og meðan.